Navigation pane eða stjórnborðið er ramminn vinstra megin á skjánum. Í gegnum hann er hægt að komast í alla hluti sem Outlook býður upp á. Neðst vinstra megin má sjá táknmyndir sem hægt er að smella á. Þessar táknmyndir flytja þig í pósthólfið, dagatalið, tengiliðaskrána og svo framvegis. Þú sér það nú er appelsínugult svæði í kringum umslagið en það táknar að pósthólfið. Smelltu á dagatalið en það er fyrsta táknmyndin frá vinstri. Hér er hægt að skrá ýmsa atburði. Farið verður í dagatalið síðar í námskeiðinu. Aðrar táknmyndir þarna eru til dæmis möppuskráin, á ensku folder list, en þar er yfirlit yfir allar þær möppur sem Outlook hefur aðgang að. Glósulistin á ensku notes, verkefnilistin á ensku tasks, tenglalistin á ensku contacts. Smelltu aftur á mail. Í stjórnborðinu hér vinstra megin eru nokkrir flýtivísar og þar efst á lista er Outlook í dag, á ensku Outlook Today. En til að komast í það þarf að smella á mailbox og svo nafn viðkomandi eiganda. Smelltu á mailboxið Þorsteinn Eyþórsson. Outlook í dag er ákaflega þægilegt yfirlit yfir þá hluti sem þú þarft að gera í dag og á næstu dögum og sýnir þér að auki hvort þú átt ólesin póst. Þegar forritið er ræst, birtist Outlook í dag allra fyrst. Þú getur búið þig til þína eigin flýtivísa í Outlook. Shortcuts flýtivísinin er neðarlega hægra megin í glugganum, en það er táknmynd af ör. Smelltu nú á Shortcuts. Enn sem komið hefur aðeins verið gerður einn flýtivísir, en það er Outlook Today. Þú getur búið til nýja flýtivísa inn í Shortcuts og nýja hópa, á ensku group. Það getur verið þægilegt að nota Shortcuts ef þú nota lítið af þeim möguleikum sem Outlook býður upp á, til dæmis bara póstinn og dagatalið. Þar sem allir hlutirnir í Shortcuts eru aðeins flýtivísar, er þér óhætt að eyða þeim út sem þú vilt ekki nota. Það er gert með því að hægra smella á viðkomandi flýtivísi og velja Delete Shortcut. Öll gögn eru geymd í möppum sem flýtivísarnir vísa í, þannig að þú eyðir engum gögnum þegar þú eyðir flýtivísunum. Smelltu nú á Add New Shortcut. Í glugganum sem opnast eru allar möppur Outlook. Veldu Inbox. Smelltu á OK. Þú sérð að nú hefur flýtivísir í hólfið fyrir aðsendan póst bæst við. Smelltu á Inbox flýtivísin. Í þessum kafla hefur þú lært að flakka forritið, skoða Outlook Today og búa til flýtivísi.